Tómas kominn í jólafríðin á Íslandi, hvernig er svona lífið í Danmörku að fara með þig bara? Bara mjög vel sko, eins og segir kominn í frí nú til Íslands, þannig að alltaf gott að koma heim til Íslands til vinn og fjölskyldu, þannig að já. Þetta bara leikmaður AGF, hvernig er að ganga í Danmörku? Bara mjög vel, sérstaklega hjá liðinu. Við erum núna með 4 stiga fórustu á toppnum, þannig að það gengið mjög vel. Hjá mér persónulega, já, alveg frekar vel. Ég komið í suðu í 3 leikjum. Þannig, já, bara vel sko. Komur á óvart að vera svona komin inn í aðlið? Já og nei, kannski ekki svona snemma. Ég byrjaði að æfa með þeim fyrir kannski alvöru seinasta sumar held ég. Byrjaði að æfa með þeim reglulega og þá, já, stóð ég mig vel á pre-season og já, þá kom mér þetta ekkert það mikið óvart svona. Hvernig er það bara að koma inn á í dönsku úrvalsdeildinni? Það er bara geggjað og sérstaklega spila fyrir framann full af stúku af stuðningsmönnum og já, það er bara geggjað. Vissirðu að þú var í þessari rullu fyrir tímabil? Nei, svo sem ekki. Ég var, eins og ég segi, ég byrjaði að æfa mikið með þeim bara í seinasta sumar og þá eiginlega kom mér bara inn í hlutina og svo var ég færður upp í aðaliðið mitt, október, september. Og þá, já, byrjaði þetta bara hægt og rólega að vera, já, mjög gott. Þetta AGF á toppnum, hvernig er stemningin í klúbbnum? Bara mjög góð. Ég held að menn voru ekki að búast til þessu kannski beint fyrir tímabili að verum með 4 stiga fórustu á toppnum, þannig að, já, og undanúrslit í bikar, þannig að bara mjög vel sko. Markmið bara væntanlega þá núna að halda þessu toppsæti? Já, klárlega. Ég held að við eigum ykkur 5-6 leiki eftir í venjulegri keppni og svo kemur úrslitakeppnin. Þannig að við verðum bara að halda þessu skriði og þá, já, veit maður aldrei hvað getur gerst. Fyrir því sem bara unga leikmann í toppliðinu, svona kannski óvænta toppnum, þeir eru ekkert að hræddir við að gefa þér tækifæri samt? Nei, við fengum upp nýjan þjálfara fyrir þetta tímabil og hann er alveg ungum mönnum að spila mikið. Sérstaklega eru 2 fæddir 2006 sem spila mikið líka og svo henda mér bara djúpuleiðina. Ég var búinn að spila einhverjar 5 mínútur eða eitthvað í einhverjum einuleik og svo henda mér bara djúpuleiðina á móti Silkeborg einmitt. Spila senstu 20 mínútur þar eitthvað og gera vel, þannig að nei, hann er ekki hræddur við að gefa ungum mönnum leiktíma. Og þú bara, auðvitað bara svona finnst þér þú vera bara svona á sama leveli og leikmennir inn á þegar þú ert að koma inn á? Já, mér finnst það. Mér finnst ég að vera bara, já, sama leveli og jafnvel betri. Þetta sérð bara kannski hversu fljótt þetta er að gerast, þarf ekki að horfa langt. Viktor Bjarki, það er bara komin í stórurulli í FCK. Já, klárlega, hann er að gera mjög vel og gaman að sjá hann gera vel, auðvitað vinir úr landsliðinu, og hann er að gera frábærlega, þannig já, þetta er hægt. Hvernig er bara svona lífið í Danmörku, hvernig er að búa í Danmörku fyrir þig? Bara mjög vel sko, maður býr einn þarna núna, það getur við smálega eldstundum, en annars er þetta bara hægt að halda haus og fótboltalífið er ekki alltaf skemmtilegast, en þetta mun skila sér endan. Reiprennandi í dönsku eða hvað? Þetta er að koma, maður skilur flest allt en maður er ekki alveg byrjað að tala þetta. Takk hjá. Takk.